Ég var herflugismiðinni. Í dag ætla ég að nýta flugu sem ekki eftir fyrirspurn, heldur ég bara að taka hana hérna alveg sóló. Þetta að mínum uppáhalds og ég nýtti þetta sem krakki. Var að dútlast í bók sem heitir den heitir bara Lax og silungaflugur og eftir John Buckland. Kíkja á þetta bara hérna, bókin hérna. Jú, það þessi bók hérna. Fullt af flugum, þetta fleiri 1000 flugur í henni. En flugan sem við ætlum að nýta núna heitir hvorki meira en minna Royal Coachman Bucktail, nema eini munurinn á orginalflugun í bókinu og því sem við að fara að nýta núna sá að ég ætla að nýta hana með ekki hjartarhala í væng, ég ætla að nota marabú í vængina á henni í staðinn. Við svindlum aðeins, sem alltaf læg, ekkert svindl. En stélið á flugunni úr bekkfjöður af gullfassana, ekki gulufjöðurinni, heldur appelsínu gulu með sortu hérna eins og við sjáum. Og hún stendur svona aftan úr. Og svona samkvæmt skrift aðeins styttri, bara millimetrum tveim kannski. Svona. Akkurat. Svo alltaf að hnýta allan legginn á fjörunni hérna niður, alveg fram á. Svona. Noti ég þetta heila fjör, þetta stór fluga, við erum að nýta þá krók númer 6. Því næst kemur hérna peacock. Páfuglsfanir nokkrar og þær fara hérna aftan. Það kemur hérna peacock brúskur á fluguna hérna aftan. Við erum að hérna jafna endan á fjörunum hérna. Svona. Bindum við peacockin, þetta svona 4-5 fanir af peacock. Og þá peacock á þessu svæði hérna og cirka hingað. Þá verðum við peacockinum hérna bara utanum. Þetta eina af þessum klassísku strömmflugum. Þetta Royal Bucktail. Góð fluga, hún virkar alveg. Sést ekki mikið af henni notað í dag en þetta ekkert í þessari bók af því bara. Svona. Þá fyrsta stig í lokið. Svo klippum við þetta bara í burtu hérna. Royal flugurnar eru flestar með floss í miðjunni, eitthvað skona flossi. Og það rautt floss sem við fáum hérna. Hér. Og ég nenni ekki að vera að vefja þessu fram og tilbaka, þannig ég klippi flossi í tvennt. Þetta endurlöngu hérna, í miðju og festu þetta niður hérna. Svona. Svo kemur floss hérna. Þannig að miðjan á búknum, cirka á hingað, rautt floss. Áður vefjunni, þá klippum við þennan hérna gæja í burtu. Svona. Og svo kemur flossið. Og það eitthvað við þessu uppsetningu. Þessi peacock, rautt floss, gullfansanafjöður, það eitthvað bara við þessar flugur. Það að nýta þessar Royal flugur, það heitir Royal Coachman dörrfluga. Royal Wolf líka, þetta mjög svipuð. Það eitthvað við þessar flugur sem eru með hérna rauðu og peacock saman. Ég veit ekki hvað það Mér finnst það eitthvað heillandi og fiskunum finnst það eitthvað líka heillandi við þetta. Þá flósið komið, þá trimmum við þetta bara af hérna. Og þannig að vinna með flós og það taka alltaf það litlu enda sem alltaf sjást hérna. Þeir eru langir þar að segja. Næst þá kemur aftur peacock.
Þá jöfnum við endan á því hérna. Passa okkur að skilja sem þetta er pláss fyrir vænginn. Þannig við lendum ekki í því að fara að fá vængkvíða hérna í miðri flugu. Þá kemur þetta svona. Þetta stendur hérna eitthvað sem á að gera hérna. Svona. Og kemur píkokkfjöðurinn bara svona. Hún er ekkert svakalega stór hérna framan. Þetta er bara svona. Vegna þess að við erum að passa okkur líka, það er ekki bara vængur sem við erum eftir að henda niður á þessu, það kemur brúnn hani, skegg. Og hanan er ég búinn að gera kláran hérna. Tilbúin hérna með brúnan hanir. Hérna. Og þetta nær svona cirka hingað svona. Og við nýtum okkur bara tæknina til þess að festa þessu niður og gera þetta þægilega. Það er þá svona. Svona. Það var mjórri skærin í þetta hérna. Það klippaði framan af þessu hérna. Örmjó. Gott að eiga skæri með alveg súper mjög á móti. Það er eiginlega bara nauðsynlegt. Þessi nýju hérna eru mjög sterk. Það er oddurinn á þeim er svona í sumt ekki alveg nógu mjór. Það er brættilega. Og þá er ekkert eftir nema bara vængurinn á fluguna. Við byggjum hérna upp haus á þetta. Vængurinn er bara að því að við ætlum að svindla. Þá notum við bara heila fjöður væng. Akkur ekki. Því ekki það. Og þá gerum við þetta svona. Muniði með píkokkin, þessi marabúan, ekki píkokkin. Marabúin verður eiginlega ekki að neinu þegar hann fer í vatn. Ekki gleyma því. Og þetta lúkkar ágætlega. Og með ekki gleyma því að þó þetta standi svona út í lofti hérna á þurru landi, þá mun það breytast þegar þú fer með þessa flug út í vatn eða á kastarinni. Þá verður þetta eitthvað neginn svona. Þú sjáu þetta. Þá verður þetta eiginlega ekki að neinu. En burt séð frá því, þá er flugan bara klár. Þá er ekkert annað eftir að gera nema bregða á hana hausnút, Royal Coachman Bucktail. Það á að vera Bucktail í vangnum á henni, en ég bara á ekki hvítan Bucktail sem er nógu góður í þetta. Þess vegna bara notum við marabúan. Og marabúin er miklu betra efni, miklu meira lifandi í vatninu heldur en harðari vængur. En hér er hann tilbúin, Royal Coachman Bucktail eða Royal Coachman Counterfeit Marabú. Glæsileg fluga. Og það er eitthvað við þessar Royal flugur sem er bara gerir það fallegar og hérna, já, ég er mjög hrifinn af þessu, fiskunum líka. Þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig og fyrir áhorfið. Þið megið endilega setja like á vídeóið, deila því og gera áskrifundur á rásinni, ef þið hefði ekki gert það nú þegar. Og við sjáumst bara hrass og kátt í næsta vídeói. Takk kærlega fyrir.